Góðu gestir, ég heiti Sigurður Kári Kristjánsson, stjórnarformaður Náttúruhamfaratryggingar Íslands og mér langar til þess að fá að setja þennan ársfund og bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan fund. Stjórn, starfsfólki og ykkur öllum hinum sem við höfum áður séð hérna og flest átt gott og mikið samstarf við sérstaklega á síðustu árum. Svo vil ég nota tækifærið til þess að þakka ráðherra, fjármálaráðherra, Daða Má Kristóferssyni sérstaklega fyrir að koma á þennan ársfund eins og hann gerði í fyrra og ég segi það aftur, eins og ég sagði þá, það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur sem erum að vinna að þeim málefnum sem að heyra undir þessa stofnun að ráðherra mæti á ársfundinn og sýni bæði stofnuninni og okkar störfum áhuga og eftirtekt. Þannig að við erum öll mjög þakklátt fyrir það að ráðherra gefur sér tíma til þess að mæta hérna, ávarpa fundinn og ykkur öll og svona fara yfir sína sýn á það sem gerst hefur og það sem framundan er. Þannig að kæra þakkir fyrir það. Nú eins og þið vitið þá hefur þetta mikið gengið á síðustu árum og misserum í starfsemi NTÍ og ég ætla svo sem ekkert að fara að rifja það hér upp í smáatriðum. Ég vil bara nota tækifærið fyrir hönd stjórnarinnar til þess að þakka Huldu og öllu starfsfólkinu og ykkur öllum sem við höfum átt í samstarfi við á þessum tímum, kærlega fyrir samstarfið. Ég held að núna þegar hvað ég var að segja, 2 eða 3 ár eru liðin frá því að þetta allt saman hófst að þá séum við komin á þann tímapunkt núna í starfsemi stofnunarinnar að fara að meta það hvaða lærdóm hægt að draga af þessum atburðum öllum, svona horfa á það hvernig við vorum í stakk búin til þess að takast á við náttúruhamfarir eins og þær sem að riðu yfir á Reykjanesi og svona varpa ljósi á það í ljósi sögunar og reynslunar, hvernig löggjöfin reyndist við þessar aðstæður, hvernig framkvæmdin var, bæði gagnvart auðvitað tjónþolunum, gagnvart sveitarfélögunum og öllum þeim sem að þær í rauninni höfðu áhrif á. Við þurfum líka að meta það núna eftir þetta allt saman, hver okkar staða gagnvart erlendum endurtryggjendum og sömuleiðis hvert okkar hlutverk á að vera og hvernig við getum enn frekar til framtíðar, hvort sem að það við svona atburði, ofanflóð eða aðrar náttúruhamfarir, gripið til fyrirbyggjandi aðgerða til þess að takmarka tjón sem af svona atburðum veldur. Þetta eru svona þau verkefni sem að ég lít á þessum tímapunkti að séu verkefnin sem að við stöndum frammi fyrir til framtíðar. Ég vil nú ekki eins og krakkarnir segja að vera að jinxa því að þessu séu öllu loki á Reykjanesinu en ég held að við séum allavega komin í þá stöðu að geta litið yfir farinn veg og svona vegið og metið hvað var það í öllu þessu umhverfi sem að vera í lagi hjá okkur og hvað má bæta. Það svona verkefnið fram í tíman eins og ég sé það. Nú ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ítreka það að fundur og settur, þakka kærlega öllum fyrir að koma. Dagskráin þétt skipuð og við ætlum að reyna að halda tímaplaninu. Það gert ráð fyrir því að þessum ársfundi ljúki klukkan 1. Fjármála- og efnahagsráðherra ætlar að ávarpa fundinn. Á eftir honum mun Hulda Ragnheiður Árnadóttir, forstjóri stofnunarinnar, kynna ársreikning og ársskýrslu 2025. Og síðan höfum við fengið hérna 2 mjög góða fyrirlesara til þess að spjalla við okkur, annars vegar Ögmund Erlendsson, sem jarðfræðingur hjá ISOR. Hann ætlar að
fjalla niðurstöður jarðkönnunar í Grindavík og áhrif sprungna og holrýma og mannvirki og umhverfi. Þetta eru mál sem hafa verið mjög til umfjöllunar eins og þið hafi kannski tekið eftir í fjölmiðlum upp á síðkastið. Og síðan ætlar hann Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra að fjalla hlutverk almannavarnadeilda í áhættumati og áhrif þeirra á búsetu í Grindavík. En þá komið að ráðherranum, Daði Már Kristófersson, gjörðu svo vel. Góði gestir, ég þakka hlýleg orð Sigurðar Kára í minn garð og það rétt eins og hann hefur nefndi í sínu ávarpi að ég hef lagt mikla áherslu á að rækta tengslin við náttúruhamfaratryggingu. Það var raunar ein allra fyrsta stofnun fjármálaráðuneytisins sem ég fór og hitti eftir ég tók við embætti, enda tel ég hlutverk stofnunarinnar mjög mikið. Nú það þannig, það vita kannski þeir sem sitja þennan fund að ég hagfræðimenntaður og það að hafa lært hagfræði svolítið eins og að hafa áunnið sér heilaskemmd vegna þess að þú sérð allt með augum hagfræðingsins og hagfræðingar eru almennt þeirra skoðunar að maður ætti að fara mjög varlega í að tryggja vegna þess að ef að borgaði sig að tryggja þá væri engin tryggingafélög og það þess vegna alveg ljóst hver dregur stutta stráið þar. Þeir spila heldur ekki í lottóinu. Það ýmislegt annað sem að menntunin drepur niður fyrir þeim. Og að það séu þá einu tryggingarnar sem að einhvert vit sé í að skoða séu stutthala, þinnteil tryggingar fyrir ólíklegum meiri háttar katastrófal atburðum. Og þá eðlilegt að ég sinni náttúruhamfaratryggingu vel og af áhuga vegna þess að það er nákvæmlega hlutverk þessara stofnunar í íslensku samfélagi að taka á sig áhættu sem enginn, ekki einu sinni tryggingafélög almennilega, vilja eða geta borið. Og þetta gríðarlega mikilvægt hlutverk. En til viðbótar kemur auðvitað þjónusta náttúruhamfaratrygginga við samfélög sem að verða fyrir slíkum atburðum. Og þetta hlutverk mikilvægara á Íslandi en víða annars staðar vegna nábýlis okkar við ófyrirsjáanleika náttúrunnar. Og þetta á þá við meiri háttar náttúruatburði sem að hafa þannig áhrif að það eðlilegt og nauðsynlegt að samfélagið eigi sér stofnanir til að takast á við þau. Ég vil undirstrika það sem kom fram í máli Sigurðar Kára að samstarf fjármálaráðuneytisins við náttúruhamfaratryggingu hefur verið með miklum ágætum. Við höfum unnið saman að framfaraverkefnum og á síðasta vetri voru gerðar í samstarfi milli náttúruhamfaratryggingar og fjármálaráðuneytisins og að undirlagi auðvitað Alþingis breytingar á lögum náttúruhamfaratryggingu sem að taka á ákveðnum vandamálum sem að við sjáum fyrir okkur að gætu komið upp í kjölfarið og á því sem gerðist í Grindavík. Eins og Sigurður Kári segir held ég að þetta sé tíminn til þess að læra af því og við höfum þegar dregið nokkra lærdóma. Þannig að þessar breytingar fela meðal annars í sér að stofnunin getur nú innheimt iðgjald af húseignum og lausafé til notkunar í atvinnustarfsemi með álagi í ákveðnum tilfellum. Þetta á við verulega stórar eignir og þegar vátryggingafjárhæð þeirra nær tilteknum mörkum. Og þetta þá til þess að verja þá almennu hagsmuni sjóðsins að standa almenningi til boða en taka tillit til þess að á Íslandi eru til innviðir í eigu einstaklinga sem eru svo dýrir að það þarf allavega að meðhöndla þá með sérstökum hætti. Þannig að það var sú staða og við vitum í sjálfu sér af reynslunni í eldsumbrotunum á Reykjanesi að ákveðnir lykilinviðir þar voru samfélagslega mjög mikilvægir en líka ákaflega dýrir
af því umfangi að það hefði orðið náttúruhamfaratryggingu og ríkissjóði verulegt áhyggjuefni ef að þeim hefði verið stefnt í hættu. En nú hefur sem sagt náttúruhamfaratrygging þá heimild til þess að stýra þessari áhættu og ég held að það sé mikið framfaraskref. Annað sem tengist beinlínis því sem Sigurður Kári nefndi hérna í inngangsorðum sínum mikilvægi þess að yfirfara þær framkvæmdir sem var ráðist í á Reykjanesskaga til þess að draga úr þeim skaða sem af eldsumbrotunum urðu. Ég hef verið þeirra skoðunar að það sé mjög mikilvægt að við leggjum mat á ábatan, að við förum yfir hvernig að þessu var staðið og drögum lærdóma af því. Það alveg ljóst að íslenskir verktakar, íslenskir framkvæmda aðilar, íslenskar hönnunarstofur hafa unnið þrekvirki í að bregðast hratt við og hanna og setja upp varnargarða sem ekki einungis hafa sinnt hlutverki sínu heldur trúi ég að muni verða aðdráttarafl í sjálfu sér á komandi árum og ég get í þessu samhengi nefnt að ég var hér með bæði sænska og danska fjármálaráðherrann sem gesti ekki alls fyrir löngu og í þeirra yfirferðum Ísland, þessa fallegu eyju, þá stóð eitt upp úr og það var að standa á toppi varnargarðana við Grindavík. Ég hygg að þeirra upplifun sé ekkert ótípisk, þetta eru ákaflega imponerandi mannvirki og hversu hratt gekk að koma þeim upp og hversu vel þau hafa virkað skiptir auðvitað mjög miklu máli. En við þurfum líka að yfirfara hvaða tjón þessi mannvirki afstýrðu. Svo við getum í framtíðinni dregið lærdóm af því hvernig við unnum þetta og hvernig við munum vinna þetta í áframhaldinu. Og það þess vegna sérstaklega ánægjulegt að við höfum náð saman það að nálgast það verkefni, fjármálaráðuneytið náttúruhamfaratrygging ásamt endurtryggjendum náttúruhamfaratryggingar, að vinna skýrslu, sérfræðiálit gagnsemi varnargarðana, hvaða tjóni afstýrðu varnargarðarnir, svo við eigum þær í framtíðinni. Þetta skiptir máli fyrir viðbrögð okkar við sambærilegum tjónum í framtíðinni, en líka fyrir stöðu okkar gagnvart endurtryggjendum. Vegna þess að ef að við getum sýnt fram á, að við getum brugðist við þessum ógnum, að þá hefur það áhrif á áhættuna á eignatjóni. Og í þessu samhengi eru þetta eldsumbrot allt öðruvísi heldur en aðrar ógnir. Við vitum nokkurn veginn út frá sögulegum gögnum hvar líklegt að snjóflóð eða aurskriður falli, en ef við ætluðum að reisa varnargarða til að verjast öllum mögulegum eldsumbrotum, að þá væri Ísland meir og minna allt undir einum varnargarði. Það eru fá svæði þar sem ekki hægt að finna jarðsögulega virkni og við þurfum þess vegna að byggja á því að bregðast við þegar atburður hafinn. Þetta óvanalegt, en það þeim mun mikilvægara að við sýnum fram á og við höfum getuna og snerpuna til þess að gera það og það sé vilji til staðar. Fleira erum við að vinna. Nú á vormánuðum setti ég á stað verkefni í samstarfi félags- og húsnæðismálaráðuneytið og umhverfis- og auðlindaráðuneytið sem felur í sér endurskoðun á innheimtu ýmissa gjalda. Ég get í þessu samhengi sagt að í Flimtingum eru þessi gjöld kölluð dvergarnir 7. Þetta eru semst 7 lítil, eða þau ég veit ekki hvort þau eru 7, Guðrún, en við köllum þau dvergarna 7, þau eru 7. Litlir gjaldstofnar sem markmiðið að endurskoða. Þannig að þetta verkefni var kynnt í fjármálaáætlun sem liggur fyrir Alþingi í dag. Eitt af þessum gjöldum auðvitað forvarnagjaldið sem var lögfest í lok árs 2023 til að standa straum af kostnaði vegna varnargarðanna á Reykjanesi. Það verkefni vissum við auðvitað ekki hversu stórt yrði þegar í það var ráðist og við munum halda áfram þeirri gjaldtöku enda hefur ekki náðst að innheimta fyrir
kostnaði vegna varnargarðanna. En þetta tekur líka til gjalda sem eru innheimt í dag af vátryggingafélögum samhliða lögboðnum brunatryggingum og það fyrirkomulag sem Ríkisendurskoðun hefur gert athugasemdir við og við erum þá líka að skoða hvernig við munum breyta. Það liggur ekki fyrir á þessum tímapunkti nákvæmlega hver niðurstaðan á þessari greiningavinnu verður, en ég bind vonir við að hún geti leitt bæði til einföldunar og aukins gegnsæis. Síðastliðinn vetur var að því leyti rólegur að það kom ekki upp neitt eldgos á Reykjanesi og það var í sjálfu sér kærkomið. Auðvitað hefðum við viljað að skýrari merki að þessari hrinu væri lokið, væri að merkja, af því þetta skilur okkur eftir sú staða sem uppi núna í erfiðri stöðu. Það hins vegar þannig að við vitum að við getum brugðist við og það eitt og sér jákvætt. En það enn óvissa framvinduna og sérfræðingar telja að gera verði ráð fyrir áframhaldandi eldsumbrotum og eftir því þurfum við að lifa. Verkefni okkar allra verður því að takast á við áframhaldandi óvissu og leitast við að finna leiðir til að lifa með henni. Ég vil að lokum þakka starfsfólki Náttúruhamfaratryggingar Íslands fyrir gott samstarf á árinu og óska þeim góðs gengis í verkefnum sínum. Takk fyrir mig. Komið öll sæl og hjartanlega velkomin á ársfund Náttúruhamfaratryggingar. Ég ætla að fara yfir helstu niðurstöður ársreikningsins með ykkur. En mér finnst mjög mikilvægt að við hugsum ársreikningin ekki einungis sem fjárhagslega upplýsingagjöf, heldur líka mikilvægt upplýsingaskjal þá atburði og ákvarðanir sem hafa mótað starfsemi Náttúruhamfaratryggingar á síðustu árum. Tíminn frá upphafi atburðanna í Grindavík hefur verið bæði óvenjulegur og krefjandi. Þrátt fyrir það sem vist hefur stundum endalaus bið eftir næsta eldgosi, hefur atburðarásin kallað á hröð viðbrögð og aðlögun að nýjum aðstæðum sem ekki hefur reynt á áður. Samhliða því höfum við séð mjög mikla breytingar í tækniumhverfinu og því óhætt að segja að þróun í tækni og gervigreindarlausnum hafi tekið stökkbreytingum síðan við hófum innleiðingu nýs tjónaumsýslukerfis haustið 2023. Við erum eins og önnur fyrirtæki og stofnanir að aðlaga okkur að þessum nýja veruleika og mig langar að nefna það hér að þrátt fyrir allar þær breytingar og sviptingar sem að verða á upplýsingaveröldinni, þá það sem að stendur upp úr alltaf fólkið og það það sem að skiptir mestu máli. Fólki sem hefur staðið með okkur í gegnum þær áskoranir sem við höfum staðið frammi fyrir. Það ekki bara einstakt starfsfólk Náttúruhamfaratryggingar sem langar til að fá að þakka sérstaklega fyrir sinn sveigjanleika og styrk í þeim verkefnum sem við höfum verið að sinna, heldur líka allir þeir sem við höfum átt samstarf við á undanförnum árum og flestir eru samankomnir hérna í þessum sal í dag og mér þykir alveg óskaplega vænt að sjá hversu góð mæting hérna á fundin. Mér langar að nefna verkfræðistofurnar sem hafa unnið fyrir okkur, ríkislögreglustjóra og almannavarnadeildina, ISOR, alla jarðvísindasérfræðingana, bæði innan og utan veðurstofunnar. Það hefur líka verið mjög áhugavert að fylgjast með Fannari Jónasyni og hans fólki hjá Grindavíkurbæ í mjög flóknum aðstæðum sem að nú ná orðið yfir mjög langan tíma. Það ekki sjálfgefið að fólk hafi úthald til að sýna sitt besta í gegnum svona langan atburð og fyrir það langar mig að þakka sérstaklega. Þar hefur Fannar Jónasson farið fremstur í flokki og mig langar til að nýta þetta tækifæri til að þakka honum og hans samstarfsfólki fyrir sitt góða starf í þessum atburði. Ég þakka einnig öllum öðrum sem við höfum átt í samstarfi við í tengslum við atburðin og mig langar sérstaklega til að nýta þetta tækifæri til að þakka henni Jónínu Pálsdóttur sem að nýlega léta störfum hjá okkur vegna aldurs eftir 13 ára starf fyrir okkur
En Jónína hefur verið mikilvægur hluti af starfseminni og við erum afar þakklát fyrir hennar framlag til góðs starfsanda og hennar góð störf í gegnum árin. Ég fæ bara svona eins og þið sjáið. Það þannig þegar maður verður amma, þá verður maður svo ótrúlega viðkvæmur. Þannig að ég á mjög auðvelt með að komast við eins og sagt er. En Jónína, mér langar að biðja þig að koma og taka við smá glaðningi frá okkur. Takk fyrir okkur og samverðinu. Takk fyrir mig. En nú ætla ég að snúa mér að ársreikningi fyrir árið 2025 og ekki örugglega allir með, ég sé það svolítið þröngt setið aftar en það eru fleiri laus sæti það eru 3 sæti eða 4 við þetta borð, 1 hér, þannig að þið megi endilega dreifa úr ykkur ef það er þröngt á ykkur einhvers staðar. Ég ætla að byrja á þessari skemmtun sem það er alltaf að fara yfir ársreikning og ég ákvað að það veri passlegt að þið fengið að byrja að borða svona undir þessum lestri. En tekjur af vátryggingasamningum námu 7,6 milljörðum samanborið við 5,2 milljarða árið á undan. Þetta er 45% hækkun sem að skýrist fyrst og fremst af hækkun iðgjalda frá og með áramótum 24-25 samkvæmt lagabreitingu sem þá varð og síðan verður auðvitað alltaf einhver hækkun vegna hækkunar á brunabótamati og almennri fjölgun húseigna. Hækkunin á iðgjöldunum hún nam 50% sem tók gildi frá og með síðustu áramótum en hún kemur í rauninni ekki að fullu fram í ársreikningnum hjá okkur núna fyrir árið 25 vegna þess að það er ákveðin lotun á tekjunum sem gerir það að verkum að við erum ennþá að færa inn iðgjöld á árinu 25 sem eru vegna síðustu mánaða ársins 24 og síðan eru iðgjöld sem eru ekki komin inn á árinu 25 sem innheimtast á árinu 26. Þess vegna er hækkunin undir 50% þótt að raunveruleg tekjuaukning okkar á árinu sem sagt það hafi hækkað iðgjöldinu 50%. Kostnaður af vátryggingasamningum á árinu var 4,1 milljarður. Samanborið við það á síðasta ári þá vorum við með 10,3 milljarða tekjufærslu. Og sú tekjufærsla, hún skýrist af því að það var verið að endurskoða heildarmatið á atburðunum í Grindavík. En í ársreikningi 23 þá var ennþá svo mikil óvissa heildartjónið og allar okkar áætlanir tóku mið af því vegna þess að við þurftum að stökkva inn þarna seint á árinu 23 og gera varkárar áætlanir það hvert heildartjónið geti orðið og það var í rauninni á árinu 24 verið að taka tilbaka það ofmat sem var á þessari tölu. Afkoma af endurtryggingasamningunum, hún var síðan jákvæð 1,1 milljarð í byrjun árs eins og þið sjáu þarna á sama tíma og það var 12,3 milljarða tap árið á undan og það er sama skýring og vegna kostnaðar af vátryggingasamningum þar sem að endurtryggjendur tóku þátt í áætluðum kostnaði vegna endurtjóns þá þurfti við rauninni síðan að skila því. Og þetta er síðan endurmetið auðvitað árlega og það er hægt að sjá nánari skýringar við þetta og svona útskýringar sem að kannski hjálpa ykkur að átta ykkur á þessu í skýringu númer 5 í reikningnum sem að liggur frammi á öllum borðum. Og hann er líka aðgengilegur ef þið sjáið inn í ársskýrslunni. Þar er svona QR-kóði sem að vísar ykkur á ársreikningin í heild. Þannig að þið getið séðan þar. En afkoma vátryggingasamningana á árinu var því jákvæð 4,6 milljarða samanborið við 3,2 milljarða árið á undan. Gangvirðisbreyting verðbréfa er tæplega 2,8 milljarðar samanborið við tæplega 4,1 milljarð árið á undan en fjármunatekjurnar eru vegna gangvirðisbreytingar á verðbréfasafni NTÍ. Þessi mismunur skýrist fyrst og fremst af því að
árið 25 var virðishækkun eignastýringasafnsins 5,6% en hann var 7,7% árið á undan sem var svona óvenju gott. Vaxtatekjur af handbæru fé, þær eru þarna 243 milljónir árið 25 samanborið við 375 milljónir árið 24 og skýringar bæði á gangvirðisbreytingunum og vaxtatekjunum má sjá nánari skýringu 6 í reikningnum. Fjármagnstekjuskatturinn síðan þarna 666 milljónir samanborið við 983 milljónir árið á undan, en skatturinn, hann reiknast auðvitað af heildarfjármunatekjum ársins og í skýringu 15 sést nánar útleiðsluna á fjármagnstekjuskattinum og skuldbindingunni varðandi hann og greiðslur fjármagnstekjuskattsins haldast í hendur við afkomu eignastýringasafnsins á hverjum tíma, þannig að þessi lækkun skýrist af slakari afkomu eignastýringasafnsins á árinu 25 miðað við 24. Rekstrarkostnaðurinn af fjárfestingastarfsemi nánast óbreyttur á milli ára 97 milljónir og afkoma fjárfestinga nam því 2,3 milljörðum samanborið við 3,4 milljarða árið á undan og heildarhagnaður ársins tæplega 6,9 milljörðum króna samanborið við ríflega 6,6 milljarða hagnað árið á undan. Og ef við förum þá yfir í efnahagsreikningin, þá námu heildareignir 57,5 milljörðum 25 samanborið við 50,8 milljarða árið á undan og það því hægt að segja að stofnunin sé aðeins að ná vopnum sínum á ný eftir þessa 25 milljarða lækkun á eignastöðunni sem varð á milli áranna 23 og 24. Handbært fé nam 4 milljörðum samanborið við 1,2 milljarða árið á undan og fjáreignir á gangvirði í gegn rekstur námu 47 milljörðum samanborið við 46 milljarða árið á undan. Ef við förum þá í endurtryggingaeignirnar, þær námu 6,1 milljarði í árslok samanborið við 3,6 milljarða árið á undan, en það má sjá í skýringu 14 hvaða þættir að hafa þar áhrif til hækkunar. Eigið fé nam 48,3 milljörðum í árslok 25 samanborið við 41,4 milljarða í árslok 24 og breytingin nemur þar hagnaði ársins sem var 6,8 milljarðar króna. Skuldir námu 9,2 milljörðum samanborið við 9,4 milljarða árið á undan og ræður þar að mestu skuldbinding vegna vátryggingasamninga. Eigið fé og skuldir nema því 57,5 milljörðum í lok árs 2025 samanborið við 50,1 milljarð í árslok 2024. En tölurnar segja þá aldrei alla söguna einar og sér, á bakvið þær eru, eins og ég sagði áðan, raunverulegir atburðir og samfélagsleg áhrif sem hafa svo sannarlega móta starfsemi NTÍ núna á undanförnum misserum. Og erindi dagsins, þau varpa einmitt mikilvægu ljósi á þann veruleika líka og hérna á eftir ætlar hann Ögmundur hjá Ísor að fjalla áhrif jarðhræringa og sprungumynduna í Grindavík og að lokum verður fjallað þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir þegar náttúruhamfarir verða langvarandi og umfangsmiklar eins og raunin hefur verið með Grindavík. Og ég ætla að gefa honum Ögmundi færi á að kyngja hérna síðasta bitanum og svo kemur hann hérna og flytur fyrir okkur fyrirlesturinn. Takk fyrir. Nei, þurfum við að byrja aftast. Ef við ekki taka þetta í réttri röð.
Já, kæri ráðherra og aðrir fundargestir, ég heiti Ögmundur Erlendsson, jarðfræðingur hjá ISOR, eða Íslenskum orkurannsóknum, og ég ætla að kynna fyrir ykkur jarðkönnun Grindavíkur. Og jarðkönnun Grindavíkur hefur verið samstarfsverkefni margra aðila og stofnana og fyrirtækja. Og þeir sem hafa tekið kjarnan að þessu vinnu, það er þá ISOR, Verkís, Efla og Háskóli Íslands. Nú, og fjöldi sérfræðinga innan þeirra stofnana og fyrirtækja. Þetta hefur náttúrulega verið gríðarlega mikla hamfarir sem hafa gengið yfir Grindavík og með tilheyrandi tjóni á innviði og mannvirki Grindavík. Þannig að ég ætla aðeins að byrja bara erindið að vera með svona smá grunninnganga að þessu og til að sjá af hverju, hvað veldur því að Grindavík í þessari stöðu sem við og við hvað við erum að díla. Hérna sjáum þið kort af Reykjanesi og þarna hafa verið teiknuð inn eldstöðvakerfi Reykjanesskagans sem eru 6 talsins. Og innan eins þeirra liggur Grindavík sem er hluti þá eldvarpar Svartsengis eldstöðvakerfinu. Og öll þessi eldstöðvakerfi hafa fjöldan allan á sprungum, gígum og gossprungum. Með ítarlegri jarðfræðikortlagningu, jarðfræðinga síðustu áratuginn, höfum við náð að kortleggja vel eldvirkni og gossögu Reykjanesskagans. Og hún er nokkuð vel þekkt 4000 ár aftur í tímann. Og hérna sjáum við töflu sem sýnir þá gossögu Skagans og fyrsti dálkurinn, hann sýnir bara Reykjanesið í heild, það sem við búum að draga, og svo sjáum við öll eldstöðvakerfin. Þarna sjáum við að gosskeiðin, þau hafa yfirleitt staðið yfir síðustu 4000 árin í 400-500 ár og svo hafa komið goshlið á milli sem hafa verið gosliðin hafa verið í 600-800 ár. Þannig að þetta er einhver rytmi sem er í þessum eldstöðvakerfum og þið takið eftir að það hefur eiginlega alltaf gosið á 4-5 eldstöðvakerfum innan hvers gosskeiðs. Og eins og við vitum öll, þá byrjaði nýtt gosskeið 2001 í Fagradalsfjalli. Þar vorum við með þrjú gos og svo færðist virknin yfir á Sundhnúka gosarinnina. Hérna sjáum við kort sem sýnir þá síðustu 3 eldvirkni sem við köllum ergmil tímabil eða atburði. Og það eru annars vegar Reykjaneseldar sem stóðu yfir frá 1210 til 1240, svo Krýsuvíkeldar sem stóðu yfir frá 1151 til 1188 og svo erum við með yfirstendandi Sundhnúkselda og eins og við sjáum þá stóðu Reykjaneseldar og Krýsuvíkeldar yfir í 30 ár. Þannig að hvort við höfum búast við sambærilegu tímaskala fyrir Sundhnúkselda er óvíst en það verður klárlega lengra á milli gosa, jafnvel nokkur ár, en þá tíminn bara eftir að leiða í ljós. En ósköpin dundi yfir Grindavík og hamfarirnir Grindavík byrjuðu með þessari öflugu jarðskjálftahrinu sem hófst í október 2023 á sviðinu milli Sundhnúka og Þorbjarnar. Þessi atburður leiddi til sprunguhreyfinga og myndunar Sigdals og kvikulaups undir Grindavík þann 10. nóvember. Og í þessum atburði þá náttúrulega seig jörð, Sigdalur myndaðist aðalega vestan í vesturhluta Grindavíkur og hérna sjáum við kortið að í það sem dökkrauða svæðið það land seig 1,5 meter. Og þá Stamphólsgjána sem þá megin misgengi sem gengur í gegnum bæinn. Samfara þessum atburði þá byrjaði eldgos á Sundhnúksgosarynninni. Og við höfum haft 9 eldgos en sprungur hafa bara opnast í 2 eldgosum með tengslum 2 atburði eftir hennar stóra atburð. Og það annars vegar 14. janúar og hins vegar 1. apríl. Báðir þessi atburði eiga það sameiginlegt að gossprungan opnaðist og rauf varnargarða í bæði skiptin. Þannig að gossprungan var opnast orðið mjög nálagt bænum.
sem hefur valdið þessum hreyfingum. Þannig að 14. janúar eins og sjáðu þá seig land og sprungur hefist mikið í austar til í bænum og við höfum hennar ristrygg sem er á milli, þá Stambólsgjár og Hósprungu sem hefur staðið kyrr. Austarseðdalurinn seig 60 cm, þar hreyfðu sprungurnar sem höfðu aðeins hreyfst í fyrsta atburðum við kvikuhlaupið. En svo 1. apríl var lítill atburður sem betur fyrir stóð gosið stutt yfir þar og meginkraftur þess gos fór sem kvikuhlaup til norðurs, minnir að gosið að staði í 6 klukkutíma eða svo, og opnaðist inn fyrir varnargarða og þarna hreyfði sprungur alveg austast í bænum og landsig var 30 cm á þessu svæði eins og við sjáum dökkrauða svæði á kortinu. Nú, í framhaldi af þessum atburðum þá var kallaður saman hópur sem stóð að þá jarðkönnun bæjarins og fyrsti fasin í jarðkönnunni var þá sem var unnin fyrir almannavarnir og Grindavíkur nefnd. Og í fyrsta fasa þá snerist allt að tryggja öryggi aðgengi viðbragðsaðila og mæla og kanna alla vegi og götur. Í fasa 2 var opnun bæjarins fyrir rekstur fyrirtækja í huga og þar voru svona vinnisvæði og önnur svæði skoðuð og mæld af. Og svo í fasa 3 þá var það öryggi vegna búsetu og þá var farið í alla lóðir, öll opin svæði, sprungubeltin og önnur sértæk svæði. Þannig að það eru fá svæði ef einhver sem hafa verið eins vel rannsökuð og kortlögð á landinu og Grindavíkur bær. Svo það eftir fasi 4 sem eru þá útivistarsvæði og ferðamannastaðir, en það svona vinna sem er að fara á stað núna í sumar. Nú, það kom út lokaskýrsla jarðkönnunar í mars 2025. Þetta kannski var ekki rétt nefni að kalla þetta lokaskýrslu þó að verkefni var að ljúka en atburðinu ennþá í gangi. Og mars 2025 við fengum nýtt kvikuhlaup í apríl, 1. apríl, mánuð eftir að skýrslan kom út. Þannig að það hefur bæst við aukin þekking og á sprungukerfunum bæði vegna vinnu fyrir náttúruhamfaratrygginga og meira komið ljós í kringum viðgerðir á sprungum og fleira. Nú þessi skýrsla og hópurinn starfaði þarna saman í marga mánuði, 1,5 ár minnum við, og gefnu út mörg minnisblöð og upplýsingum var miðlað til stjórnvalda og aðgerða aðila á svæðinu, jafnóðum, og þetta eins og segi samstæðsaðili margra aðila, verkfræðistofa, ISOR, jarðvísindadeild háskólans og svo sigmenn vegagerðin og verkfræðistofur. Og einnig komu margir verktakar og starfsmenn Grindavíkurbæjar að þessari vinnu með okkur. Og hérna sjáum við svona nafnalista af þeim sem að svona megin þungin í jarðkönnun bæjarins stóð hjá. Nú, jarðkönnunin að fóru fram ýmsar mælingar og viðhorfsmikil skoðun og í upphafi þá bara að byrja að skoða hvað vitum við svæðið, hvað þekkt jarðfræði svæðisins, hvað hafi jarðfræðingar fyrri tíma skráð og skoðað. Svo var skoðar loftmyndir, gamla myndir, nýja myndir, hvernig voru sprungurnar fyrir á tíð og hvar var opið og annað slíkt. Mikið af lítarmyndum, svona hæðalíkonum tekið eftir hvern atburð til að fylgjast með breytingum og einnig til að kortleggja sprungur. Svo var sjónskoðun, allur bærinn var sjónskoðar ítarlega og svo rannsóknir með grifjum og skurðum og þar kemur NTI sem ég mun fara síðar í, fjöldi skurða sem voru grafnir sem skapa okkur mikla aukna þekkingu ásýnd og gerð sprungna. Og svo var það jarðsjármælingar, viðnámsmælingar, segumælingar. Þannig að það liggja fyrir ítarleg og mikil rannsókn og gögn. Nú, helstu niðurstöðurnar
jarðkönnunavinnuna fyrir almannavarnir og Grindavíkur nefnd eru að það eru 7 sprungubelti sem liggja í gegnum bæinn og hafa hreyfst í yfirstandandi umbrotum og 2 sigdalir myndast eins og ég sýndi ykkur áðan og þeir eru aðgreindir sem sagt að þessum risrygg á milli Stamphólsgjár og Hópssprungu. Nú, sko, Stamphólsgjá var alveg sér á báti og Hópssprunga líka. Svo og það eru gamlar gjár sem hafa verið í mörgum þúsund ára myndast og svo eru sprungunar austatil í bænum, það eru minni, lítil sem engin ummerki, voru ekki skráðar á neinn kort af þeim sem hefur skoðað svæðið áður og ekki að sjá nema lítil ummerki á gömlum loftmyndum. Þannig að það eru ekki allar sprungur eins í Grindavík og það verður að hafa það í huga. Og hérna sjáum við bara ítarlegt að hvernig var farið svæðið, gengið, allt skráskipt, rauðu punktarnir eru athugunarstaðir og mælingar á sprungum. Þannig að svona voru öll sprungubeltin rakin og kortlögð. Nú, Náttúruhamfaratryggingar Íslands, þau létu framkvæma í kjölfarið af þegar þessi almenna jarðkönnun bæjarins var lokið, þá höfðu Náttúruhamfaratryggingar samband við okkur. Þetta var að stórum hluta sami hópur sem hélt áfram í jarðkönnun og við skoðum alls 48 lóðir fyrir Náttúruhamfaratryggingar og það var til að meta umfang skemmda á grundunhúsa, hvort grundun væri viðgerða hæf og þá að meta kostnað vegna viðgerða. Og eins og ég segi, þetta var hópur sérfræðinga á þessum ýmsu sviðum og í heildina voru grafin þarna 56 skurðir á þessum 48 lóðum. Og hérna sjáum við þá bláu punktana sem staðarnir sem jarðkönnun var framkvæmd og fjólbláu punktarnir eru þá staðarnir þar sem altjónshús voru nú þegar, þar sem bótafjárhæð var metin umfram vátryggingafjárhæð áður en jarðkönnun hófst. Nú, skoðum þetta aðeins betur. Sprungurnar eru mismunandi og það skiptir miklu máli í hvaða jarðlögum, hraunlögum við erum, hvernig ásýndin hversu hraunin eru þykk og bæði hvernig þær hegða sér og koma fram. Hérna sjáum við hæðarbreytingakort Líðaming sem sýnir hæðarbreytingar yfir þetta tímabil 2. nóvember 2023 til 15. júlí 2024 og þarna sjáum við að við erum með meir en meters sig beggja vegna hryggjarins, þannig að við erum með þennan austari sigdal og svo vestari. Nú, ef við zoomum aðeins inn á svona hæðarbreytingakort og þá sjáum við að það eru margar sprungur sem lenda hérna inn á hrengnum sem eru þá bara gliðnunarsprungur sem hafa ekki síð eða haft misgengishreyfingar, svo eru öðrum staðum bara með misgengishreyfingar og svo það sem við erum með misgengi, gliðnun og sig. Og inn í þetta kemur líka samþjöppunarsprungur. Þannig að allt þarf að hafa þetta í huga og skoða og í samræmi við jarðlögin. Þá eru skurðir grafnir víða og komin góð þekking á uppbyggingu jarðlaga í Grindavík. Nú, eins og við sjáum hérna, þá erum við með samsett jarðlagasnið svona yfir bæinn og við erum með þarna Sundhnúkshraunið sem 2000 ára gamalt sem rann þá eftir Sigdalnum vestan Stamphólsgjár. Svo á Hópseyjarhraunið sem 8000 ára gamalt. Svo erum við með Vatnsheiði, Pikkvithraun sem 10.000 ára gamalt, 11.000 ára gamalt og svo Hópshraunið eða KS-hraunið, þetta gamalt hraun, mjög þykkt, það sem gjárnar eru hvað staðistar í. Þannig að ég ætla núna að reyna að útskýra að sýna ykkur hugmyndalíkan af Stamphólsgjá og gefa ykkur hugmynd hvernig þetta hefur verið að myndast og þróast. Þannig að fyrir 12.500 árum til 15.000 árum síðan þá rann þetta KS-hraun á svæði sem Grindavík liggur. Nú, á því svæði hefur verið lægð í landslagi, mögulega Sigdalur eða önnur lægð því að þetta hraun mjög þykkt.
Það allavega meir en 10 metrar, við vitum ekki þyktina nákvæmlega, en þarna hefur myndast hrauntjörn, því að þetta hraun þykkt og það stór stuðla. Þannig að hraunið hefur kólnað hægt. Svo hefur tíminn liðið. Á þessum tíma líka, fyrir 12.000 árum til 8.000 árum, þá ísaldarjökullinn að hverfa af Reykjanesi. Þannig að ofan á þetta káðshraun kemur jökulset. Þannig að ísaldarjökullinn að hverfa, kemur jökulset og svo jarðvegur. Og þetta upp undir kannski 3 metrar að þykkt, hvar það mest og einhvers staðar minna. En á þessum tíma þá hefur Stammbólsgjá, mögulega Stammbólsgjá til nú þegar áður en káðshraunið rann, en allavega þá þurfti að byrja að brjóta káðshraunið aftur á þessum tíma og þarna hefur allavega Stammbólsgjáin eitthvað byrjað að myndast, gerum við ráð fyrir. Svo fyrir 8.000 árum síðan, þá rennur Hópseyjarhraun yfir svæðið. Þá hefur Stammbólsgjá allavega ekki verið það breið og víð að hún átti ekki mögulega að renna ofan í gjána, en að hún rann yfir og huldi gjána og hefur mögulega verið einhverjir 10, 20, 30 centimetrar. Svo leið tíminn og við fengum þetta tímabil frá 8.000 árum til 2.000 árum, þar sem að engin hraun runnu í bæjarstæðinu eða yfir bæinn, þar sem Stammbólsgjá liggur. En við gerum ráð fyrir að á þessum tímum við höfum haft samt áframandi virkni með sprungurhreyfingum og gliðnun án þess að hraun hafi runnið yfir og Stammbólsgjá hefur aldrei áfram að gliðna, það hefur vaskast út setið úr jökulsetið og þið sjáuð Hópseyjarhraunið, það brúar og heldur alltaf en það byrjar að það myndast sprungur í það myndast stældir á yfirborði og það hrynur úr því að neðan ofan í gjána en það brúar gjána, það hylur hana, felur hana. Svo fyrir 2.000 árum þá rennur Sundhnúkshraunið, neðarlega í bænum þá hefur Sundhnúkshraunið náð að fara ofan í gjána og þar sem var kannski einhver göt byrjað að myndast en í heildina þá hefur ennþá Hópseyjarhraunið haldið gjáin orðin kannski 1 til 1,5 metr í breidd, meiri vöskun, meira hrun en haftið það brúar og heldur að því háhárhraunið smástuðla og svona, við höfum séð það 1 til 4 metrar en það hefur haldið að mestu leyti. Og svo erum við að upplifa þetta stöðun í dag að sigið bara orðið það mikið sigdólnum. Við sjáum mesta sig á Hópseyjarhrauninu, háhárhrauninu 6 metrar á síðustu 8 árum og nú erum við komin þá stöðu að við erum að fá niðurföll. Sums staðar heldur það víða í bænum en sums staðar heldur það ekki og það þessi niðurföll sem við erum að sjá niður í gjána. Og á sama tíma hefur vaskast meira, þannig að það myndast smá svona, geta myndast hellahvelfingar sem að setu vaskast undan Hópseyjarhrauninu. Þannig að þetta svona hugmyndalíkan hvernig við sjáum þetta fyrir okkur hafa myndast, hvernig Stammbólsgjá myndast og af hverju hún svona víð og mikil undir bænum og undir þessum hraunum. Og svona þetta örugglega víðar á skaganum. Og ég ætla að reyna að sýna ykkur svona nokkuð dæmi og myndir. Hérna erum við með Stammbólsgjána sem kemur af æfingasvæðinu. Þarna hún tvískipt og við erum með annars vegar bara gliðnun og svo erum við með gliðnun og sig. Og þetta hefur áhrif og þið sjáuð að við erum með merkt þarna inn nokkur niðurföll þar sem við sjáum op niður í þetta og svo var grafið í eitt niðurfallið á æfingasvæðinu og þá fengum við betri innsýn í þetta og sáum háhárhraunið setja á milli og stóðstuðla KS. Og sjáuð þið á myndinni hvernig það heldur og brúar þó að það sé sprungið en gjáin opin undir. Og allt hefur þetta áhrif á hús og byggingar sem að liggja á, nú ég að reyna að fá músina til mín, sjá, kom hún, að það sem að niðurfyllin og gjáin hefur opnast og hús liggja, þar hefur eðlilega fyllingar og grundun húsa skemmst og hér eitt dæmi þar sem að hefur fallið vel undan púðin eða fyllingin undir húsinu
og þetta eitt af þeim húsum sem voru í altjóni. Hérna eru annars ummyndir af æfingasvæðinu, þarna sjáum við hann og þarna sjáum við þá Efrahraunið og við lappirnar á manninum er setlaði sem svona þynnri kantunum hérna, svo ekki áum fyrir neðan. Hérna sjáum við á æfingavellinum, þarna var hægt að sjá 20 metra, bara eins langt og hægt var, hvernig gjáum var bara opin, en Hópseyjarhraunið hélt að mestu, en á nokkru stöðum voru niðurföll. Og svona var þetta í báðar áttir, bæði til norðurs eða norðaustur og suðvesturs. Þarna sjáum við þá setlagið sem er á milli hraunanna og jarðveginn. Og svo minnum við að vídeóið og við sjáum hérna í grunnvatn sem liggur á 10 metra, þið sjáum stóru stuðlana í neðra hrauninu og þið sjáum vatnið glitt í vatnið grunnvatnsborðið í gjánni. Þessi gjá minnum við hafa verið mæld 20-30 metra djúp á þessum stað. Hérna erum við með Stamphólsgjána fyrir framan íþróttahúsið og þetta er svona skemmtilegt, þetta er yfirleitt saklaus staður, hoppubelginir, en þarna lá Stamphólsgjáin og hefur opnast undir hoppbelgum. En þarna er hún fyllt, hún er ekki opin niður úr, en öllum líkindum opin á einhverju dýpi og við höfum séð það í viðgerðum á svæðunum. Nú kannast allir við íþróttahúsið, Hópsprungan, hún er af sambærilegu stærðargráðu, mældist 30 metra djúp, sjáum glitta í grunnvatnið, þetta er í stórstöðla KS-hrauninu, Hópseyjarhrauninu oná og þarna eru gríðarlegar hamfarir og skemmdir á innviðum og mannvirkjum. Svo ætla ég að reyna að sýna ykkur og útskýra hvernig hún breytist þegar skjáin eða sprungan fer yfir úr einu hrauni í annað. Við kunnumst öll við að hafa séð þennan misgengistall fyrir framan íþróttahúsið, allir komið með þarna og séð. Misgengistallur, horfum á það 1,5 meter. Hvað gerir svo? Við kirkjuna cirka, þá hverfur þessi misgengistallur. Sjáum hann ekki, sjáum 1,5 meter misgengistall, en svo engin misgengistallur, bara sprungur í yfirborði. En það sem kemur í ljós er að hérna eru sprungurnar, að misgengistallurinn er sem sagt í Hópseyjarhrauninu, en svo fyrir við Sundangushraunið, þá er það bara hallandi. Þannig að hérna Rauðasvæðið, þá erum við komin yfir í annað hraun og þarna hættir misgengistallurinn að sýna sig á yfirborði. Og við sjáum hann ekki, það er bara hallanlandslæði landinu og öll húsin á Víkurbraut eru altjónshús að þau hallaði. Undir sum á húsunum lágu ekki sprungur eða litla sprungur, voru til hliðar, en húsunum hallaði mikið. Hvað veldur? Svo erum við með hennar fleka á milli, þarna erum við sem sagt með misgengistall er vestæðisprungan og svo erum við með Stamphólsgjáinni tvískipt og svo austæðisprungan sem liggur þarna, það er sem sagt bara gliðnun og opnun á gjánni og svo erum við með þá hrygginn, þetta græna sem stendur kyrr. Og hvað er að gerast á Rauðasvæðinu? Af hverju er ekki misgengistallur? Af hverju sjáum við ekki sprunguna? Af hverju hallar bara svæðinu? Það sem er að gerast er að misgengistallurinn er undir yfirborði. Sundungshraunið, það rifnar í sundur. Þannig að sundungshraunið heldur á yfirborði en það rifnar við botnin á því í kargalæðinu. Þannig að það sunkast niður og þess vegna myndast þetta bara halli yfirborði, litla sprungur, bara sprungur og svo halli, en við sjáum ekki hennar misgengistalla. Þannig að þarna er önnur tegund á holrýmum sem að komu í ljós og við höfum séð þetta á nokkrum stöðum. Og hérna sjáum við Rauðasvæðið, þetta er þá hallasvæðið, þetta er þessi litli fleki á milli Stamphólsgjár sem er tvískipt og svo erum við með hérna Stamphólsgjána í Tunggötunni, þar sem við sjáum líka þessa aðstæður, þar sem það er bara brotn úr, það myndaðist bara aflögun og smá sprungur yfirborði og svo er hún stór og mikil undir.
þarna eru í túngötunni, þar sem að gjáin var stór og mikil. Það voru lítil dældir og sprungur á yfirborði, en þegar það var grafa upp og gera viðgerð á svæðinu, þá kom í ljós op niður í gjána. Og á þessu svæði þá er gjáin alveg 2-3 metrar á breidd. Og hérna sjáum við vídeó niður eitt af opunum sem kom í ljós. Að þarna sjáum við þetta stórstöðla KS-hraun. Þarna sjáum við grunnvatnið á 10 metra dýpi og gjáin 2-3 metrar. Og hún var opin eitthvað 20 metra niður, 20-30 metra niður. Þannig að þetta eru erfiðasta aðstæður og miklar hamfarir, en þetta er ekki að myndast núna. Þetta er gjá sem er búið að vera að myndast í 10-12.000 ár og gliðna. Smátt og smátt í hverjum atburði, en Hópseyjarhraunið hefur falið það hingað til. Og þetta er þá svona aðstæðurnar sem við sjáum fyrir ykkur á þessum stað. Og svo erum við með dæmi frá sem að Sundungshraunið hefur rifnað við botnin og við sjáum ekki misgengistallinn á yfirborði. Og hérna er undir bílskur og hús á Víkurbrautinni. Þá sjáum við myndast hellar, ílangir undir svæðið. Þeir eru, þarna sáum við þennan áætlun þennan 30 metra langan og 5-6 metra breiðan innan þessa hallarsvæðis. Þannig að hérna erum við að horfa inn í svona hólrými eins og við teiknað upp. Og á þessum stað þá fór Sundavíkurshraunið og fyllti upp í gjána. Og það gerði það að mestu leyti teljum við á þar sem gjáin liggur í gegnum svæðið. Já, svo er ágætt að mikilvægt að nefna það að við erum búin að sjá stóra mikla sprungur, að allar sprungur eru ekki svona. Þetta er Sandbólsgjá og Hópsprunga sem þurfa alveg sérstaklega meðferð í Grindavík. Aðrar sprungur, austurhluta Grindavíkur, eru mun yngri og minni og jafnvel myndaðar bara í þessum atburðum. Það eru líka meira smástöðla hraun oná sem að gefa aðra ásýnd og mynda betri brúin. Og sem dæmi langaði með sýningur að þó þetta líti út hérna dældir 40-50 cm breiðar og kannski 40-50 cm djúpar, að þegar við varum fyrir að grafa í þetta og skoða, þá voru sakleyslegar 4-5 cm sprungur sem voru að valda þessum ummerkjum á yfirborði. Þannig að það er alveg stigsmunur á þessum sprungum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Þakka fyrir mig. Góðan og blessaðan daginn. Runólfur Þórhallsson heiti ég. Ég er yfirlögregluþjónn í almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Ég ætla aðeins að ræða við ykkur af hverju áfallaþol, undirbúningur, fyrirbyggjandi aðgerðir, viðnámsþróttur og þetta skiptir máli hjá okkur hér á Íslandi. Ég nota alltaf tækifærið, sama hvert ég fer og fæ tækifærið til þess að ræða við fólk, að fara aðeins yfir hvernig almannavarnakerfið á Íslandi er uppbyggt og af hverju það er mikilvægt. Við erum að koma út úr algjörlega fordómalausum atburðum, fengum óneitanlega mjög áhugaverða innsýn í þessum myndböndum sem að Ögmundur var að sýna okkur. Þetta hefur verið borið saman við atburðina í Vestmannaeyjum alveg klárlega. Jú, þar þurftu íbúarnir að fara, flýja Vestmannaeyjabæ og það gerðist líka hjá okkur í Grindavík að íbúarnir flúðu, rýmdu heimilin sín og fóru og það er meira en að segja það að gera það.
hollt og gott fyrir okkur alltaf að muna eftir því að við þurfum að setja okkur í spor þessa fólk sem að hljóp út á heimilinu sínu. En já, það eru grunnhugtök í almannavörnum. Það talað á Norðurlöndunum, þetta total forsvar, á ensku talað total defense. Tvö megin stef í því eru annars vegar whole of society approach, heildstæð nálgun alls samfélagsins, og svo hins vegar whole of government approach. Skoðum það aðeins á eftir. En byrjum á því hvernig allt samfélagið í raun og veru, þetta slagorð sem við heyrðum ansi oft í COVID, við erum öll almannavarnir, og hvað þýðir það? Það þannig að vissulega er ábyrgðar hlutverkið mjög mismunandi, en í stórum hamförum, hvort sem það eru heimsfaraldur, hvort sem það eru langvarandi eldsumbrot, að þá hafa ótrúlega margir aðilar, margar einingar hlutverk, mismunandi stór og með mismunandi ábyrgð. En þetta tilraun til þess að teikna þetta upp með myndrænum hætti. Þetta hvílir á þrautseginu, áfallaþolinu, viðnámsþróttinum, og þess vegna undirbúningur og fyrirbyggjandi aðgerðir svo gríðarlega mikilvægur. Markmiðið það að tryggja öryggi samfélagsins, tryggja öryggi borgaranna hér á landi, og það segir nú bara í 1. grein almannavarnalaganna, líf og heilsa fólks, öryggi fólksins, að það eru megin markmið almannavarna. En áfallaþolið spila líka mjög stóra rullu í virkni samfélagsins, og þar eru, eins og ég minntist á áðan, ótrúlega margar einingar sem skipta mjög miklu máli, og þarna þarf gott samspil. Það þarf mjög gott samspil á milli ríkisvaldsins, sveitarfélaga, þessara tveggja stjórnsýslustiga sem að samfélagið okkar byggir á. Það gríðarlega mikilvægt að bæði ríkið og sveitarfélög og stofnanir séu í mjög góðu samstarfi við almenning og einkafyrirtæki. Og þetta samspil tryggir það að samfélagið okkar virki og að það virki á hamfaratímum. Og það eins og ég segi, ítreka það enn og aftur. Undirbúningur, fyrirbyggjandi aðgerðir skipta þar lykilmáli, og skoðum það aðeins betur á eftir. Nú, þetta svona mynd af þessu hugtaki, whole of society approach, heildstæð nálgun alls samfélagsins, öll höfum við þar hlutverk. Almennir borgarar geta gert einfaldar ráðstafanir til þess að undirbúa sig og þannig sinnt sínu hlutverki í þessu almannavarnakerfi. Þannig að einfaldar ráðstafanir eins og það að kynna sér gögn sem að koma frá stjórnvöldum, kynna sér leiðbeiningar, gera einfaldar ráðstafanir til þess að undirbúa sig fyrir stór áföll, þekkja merkin, vera búin að hugsa hvernig ætla ég að ná í mína nánustu ef allt farið fjandans til, fjarskiptakerfi og rafmagnfarið og annað, að gera einföld plön. Hvernig ætla ég að ná í mína nánustu? Hvert ætla ég að fara ef ég þarf að fara? Hvar eru fjöldahjálparstöðvar? Einfalt og tiltölulega þægilegt að hugsa út í þetta. Já, þægilegt, hann kannski ekki rétt orðið, en mikilvægt. Og þannig hefur almenningur ákveðið hlutverk í almannavarnakerfinu. Nú, hitt hugtakið sem svona megin þemað þetta whole of government approach, og hér tók ég út úr forsetaúrskurði skiptingu stjórnarmálefna og reyndi að skoða svona með fljótum hætti hvaða hlutverk hvert ráðuneyti hefur og hvaða stofnanir eru þar undir, og eins og þið sjáið
þarna, fjármálaráðuneytið og náttúruhamfaratryggingin þarna. Og alls ekki tæmandi mynd, ég þarf eitthvað að endurskoða hana, þetta var gert á harðahlaupum, en þarna sjáum við að það eru ótal margar stofnanir, öll ráðuneytin hafa hlutverk þegar að kemur að öryggismálum og almennu öryggi í samfélagsins. Þannig að þetta samspil, þessi samvinna gríðarlega mikilvægt þegar að við erum að hugsa almannavarnir og öryggi samfélagsins. Við erum hér að ræða náttúruvá, fyrst og fremst. Það hefur verið mikið í umræðunni annars konar ógnir sem að ég ætla ekki að fara út í núna, en það blasir alveg við að það helstu vár og ógnir sem að íslenskt samfélag býr við og hefur búið við náttúran. Þarna gott kort yfir þau eldstöðvakerfi sem á Íslandi og svo hrúga þarna yfir myndina af Íslandi ótal mörgum ógnum sem að geta staðið að samfélaginu og ógna samfélaginu okkar. Þetta höfum við vitað mjög lengi og vorum mögulega í desember 2019 aðeins tekin í bólinu hvað varðar undirbúning og fyrirbyggjandi aðgerðir. Við ætti svo sem ekki koma neinum óvart að hér á Íslandi geta orðið vond veður. En það var þetta óveður var meðal annars til þess eins og sést á þessu korti frá raforkugeiranum, frá Rarik, að langvarandi rafmagnsleysi og fjarskiptaleysi að einhverju leyti hafði áhrif á stóran hluta landsins og gríðarlegan fjölda íbúa. Í kjölfarið af þessu óveðri var ráðist í mikla innviða uppbyggingu og heilmikið var gert. Kemur þarna COVID við sögu í þessu, en enga síður á árin þarna á eftir var farið í mikla uppbyggingu á samfélaginu okkar. Allskyns undirbúningsráðstafanir gerðar, fjöldinn allinn af mikilvægum einingum sem hafa komið sér upp, varaafli til dæmis, sem getur skipt sköpum þegar að stórir atburðir skella á okkur. En gríðarlega góð áminning hversu mikilvægt það að sinna þeim fyrirbyggjandi aðgerðum sem ábyrgð okkar allra mismunandi eins og ég minntist á áðan. En þegar að það ljóst að við berum ábyrgð á því að sinna fyrirbyggjandi aðgerðum, þá mjög mikilvægt að við gerum það. Ögmundur fjallaði mikið atburðina í Grindavík. Við sáum þarna ótrúlega myndbönd, hvers konar hamfarir riðu þarna yfir Grindavík. En þetta kort úr langtíma hættumati Veðurstofunnar sem kom út núna fyrir stuttu. Og við þekkjum atburðarásina í Grindavík mjög vel. Þetta fordæmalaus atburður, mörg eldgos. Það sem að gera þetta líka fordæmalaust eins og nú teiknað að einhverju leyti þarna inn á þetta kort, að það eru fjöldamargir innviðir sem þarna undir, það eru vegir, það eru virkjanir, Reykjanesbrautin, ekki langt frá þarna alþjóðaflugvöllur, neðst, vinstra megin frá Eikursið, þar mikil atvinnustarfsemi, samherji með eldi og eins og ég segi, það stærsti ferðamannastaður, verðmætasti ferðamannastaður landsins þarna í nágrenninu. Þetta hafði áhrif á ótal marga, ekki bara íbúina sem við erum búin að fara vel yfir, að hafi mikil áhrif á, en virkjanir, einkafyrirtæki, samgöngu, innviði, ljósleiðarar, rafmagnslínur og það sem að langtíma hættumati segir okkur og Ögmundur fór aðeins yfir áðan það að
okkar besta fólk, vísindafólkið okkar sem að reyna að skýra út fyrir okkur hvað framundan, hvað gæti verið framundan, óvissan alltaf til staðar, en hvað gæti verið framundan, nákvæmlega þetta að þessi fjólubláu litir þarna sýna annars vegar mögulegar gosopnanir og mögulegt hraunflæði á Reykjanesskaganum og allt austur að Hveragerði. Fjöldamargir innviðir þarna, þéttbýlasta svæði landsins og við þurfum að taka því mjög alvarlega að undirbúa okkur og hlusta á vísindafólkið okkar þegar það segir að mögulega þetta bara fyrstu skrefin, öll þessi eldgos annars vegar í Fagradalsfjalli og hins vegar á Sund-Hnjúkagígaröðinni. Mögulega fáum við atburði í Krýsuvíkurkerfinu, í Hengli, í Eldvörpum eða út á Reykjanestá og þess vegna gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fara í þessa hringrás, þekkja hana mjög vel og hættumatið hvað varðar Reykjanes liggur fyrir. En það þannig að fyrir Alþingi liggur lagafrumvarp, það sem ný almannavarnalög og þar mikil áhersla lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir sem vel. Og það byggist á sviðsábyrgðarreglunni þannig að það liggur fyrir að ótal margar stofnanir, ráðuneyti, fyrirtæki og aðrir aðilar þurfa að huga að þessu, sérstaklega fyrirtæki og stofnanir sem að starfa innan þess geira sem við köllum ómissandi innviðir. Og þetta hringrás, það þarf að endurmeta hættu, hún getur þróast yfir ákveðin tíma, þannig að við þurfum sífellt að endurmeta hættuna. Það gefur okkur gögn og upplýsingar til þess að fara í áhættugreiningu og vinna áhættumat, setja upp sviðsmyndir, átta okkur á líkum og afleiðingum. Út frá því, þegar við erum búin að gera okkur grein fyrir því hvaða afleiðingar hætturnar geta haft, að skoða þá hvaða mótvægisaðgerðir hægt að ráðast í og þær skilja okkur eftir með klárlega einhverja áhættu og þá þurfum við að gera viðbragðsáætlanir. Það ekki nóg að gera viðbragðsáætlanir, það fólkið sem þarf að starfa eftir viðbragðsáætlunum, það þarf að vinna þessar viðbragðsáætlanir í náinni samvinnu við sérfræðinga og aðra og hafa bestu fyrirliggjandi gögn frá okkar vísindafólki og þær þarf síðan að æfa og uppfæra. Þannig að þetta hringrás og þegar að almannavarnalöggjöfin nýja verður samþykkt á Alþingi að þá rennt mjög styrkum stoðum undir það að sveitarfélög, ráðuneyti, stofnanir, einkafyrirtæki, það gert ráð fyrir því að og sú vinna hafin að einhverju leyti að eiga samtali við fyrirtæki sem eru að vinna í ómissandi innviðum, að hvernig útfærslan verður þar og hvaða skyldur nákvæmlega hægt að leggja á einkafyrirtæki sem að vinna í ómissandi innviðum. En þetta til mikilla bóta því að undirbúningurinn skiptir gríðarlega miklu máli. Það ljóst að aðvaranir jarðfræðinga og jarðvísinda fólks okkar hverjar þær eru. Langtíma hættumati, ef þeir ekki búin að kynna ykkur það, þá hvet ég ykkur til þess að kynna ykkur það. Að það mikilvægt að við höldum dampi og bætum vel í hvað þetta varðar, að vinna þessa vinnu. Ég minntist á hlutverk almennings. Ég hef alltaf gaman að því að sýna þessa mynd. Þetta unnið af forverum mínum í það hétu þá almannavarnir ríkisins. Þetta gert árið 1963
og þá var eins og þið munið kúpudeilan í hámarki og þarna var verið að vinna með það að setja upp á myndrænan hátt leiðbeiningar til almennings hvernig þau geta undirbúið sig, hvernig almenningur getur elt áfallaþolið sitt, viðnámsþróttinn og þrautsegina og barn síns tíma náttúrulega þessar myndir, skemmtilegt, nokkru skemmtilegir hlutir þarna, mikilvægt að hafa reipi til dæmis. En við erum að vinna saman með dómsmálaráðuneytinu og fleiri ráðuneytum að því að gefa út leiðbeiningar til almennings sem að hafa það markmið að efla þrautsegi þegar stórir atburðir. Já, bank upp á dyrnar. Að því sögðu segi ég takk fyrir mig. Já, ráðherra og aðrir góðir gestir hér. Nú erum við búin að tæma dagskrána og en okkur liggur ekkert rosalega á út. Þið getið alveg stoppað aðeins við og spjallað. En mér langar bara til að þakka ykkur kærlega fyrir mætinguna og það er alltaf mjög mikilvægt að fá svona margt fólk á ársfundi vegna þess að það gefur okkur tilefni til þess að fá til okkar góða fyrirlesara og mér langar til að þakka fyrirlesurum dagsins sérstaklega fyrir að koma hérna og tala það sem að þeir ræddu Mér finnst þessar myndir sem að Ögmundur með alveg ótrúlega áhugaverðar. Ég er ekki að sjá þær í fyrsta sinn en mér fannst einhvern veginn að ég yrði að tryggja það að þið fengið að sjá þær hérna í dag. En takk kærlega fyrir komuna og bara ykkur öllum fyrir að vera hérna með okkur. Takk.